Fall bankanna á Íslandi haustið 2008 telst til afdrifaríkustu atburða í sögu lýðveldisins. Í þessum þáttum verður greint frá því sem gerðist í stórum dráttum þessa mánuði. Hvað gerðist hvenær, hver sagði hvað, hvar loguðu ljós í gluggum nætur. Þetta þarf að rifja upp nú þegar 1 ár liðið frá því að Geir Haarde sagði þessi fleygu orð. Guð blessi Ísland. Og landsmenn tóku andköf. Atburðarásin var svo hröð að jafnvel þeir sem voru í hringiðunni miðri eru búnir að gleyma mörgu því sem gerðist. Svo það víst líka þannig að menn verða aldrei alveg sammála hver gangur mála var. Hver og einn horfir á málin frá sínum sjónarhóli og út frá sínum hagsmunum. Það gangur sögunar. Góðir landsmenn. Það eru váboðar, það eru blikur á lofti, en það ekki skollið á neitt óveður. Þú telur ekki nokkra hættu á því að bankar eins og þeir gæti ryðjað til falls. Alls ekki. Efnahagur kaupþings traustur. Ég tel að allt íslenska bankakerfi verði komið á höfuðið innan 2 til 3 vikna. Verkefni stjórnvalda og næstu dögum skýrt. Við sem byggjum þetta land þurfum að þétta raðirnar. Koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist. Ég stolt af Íslendingum í dag að mæta hérna mótmæla. Til þess hafa stjórnvöld margvísleg úrræði. Með þessari aðgerð, sem Glitnis aðgerð, sú ákvörðun var svo misráðin. Bankarán, stærsta sem við sést. Á hinum pólitíska vettvangi jafnt sem annars staðar mikilvægt að slíðra sverðin við þessar aðstæður. We are taking legal action against the Icelandic authorities. Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun. Íslendingar, við látum ekki lengur bjóða okkur maðkað mjöl. Og ég hélt að við værum bandamenn, Breta. Við framsóknarmenn teljum að Bretana eigi að kæra strax. Það vantar að mylja undir þá sem áttu annað standarðum. Látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. En þessi saga hefst að morgni mánudagsins 15. september.